Já, ég ekki frá því að föstudags kaffið sem hefur hafið göngu sína þennan fallega föstudag 27. maí, það Station helgi framundan. Já, það loksins komið Nú launþeginn hoppandum. Já. Ég með bindið á hausnum. Ég veit það samt ekki, eftir þess að vaxtahækkun. Já. Ég með óskalag. Andskot. Óskalag. Settu það á, fara á Spotify, núna. Hvað ertu að biðja mig núna? Elton John, I'm Still Standing. Ásgeir Jónsson, This is for you. Það bara, I'm still standing. Skulum fá það inn í gang. Til eitthvað öllum, bara íslenskum almenningi. Já. Bara þetta lag. Það ekki búið að brjóta okkur ennþá. Nei, munið bara þeir að standa ykkur eins og hetjur. Við mistum enn eitt puttan í gær. Já, ekki láta Ásgeir koma ykkur úr jafnvægi. Nefndin. Hún á eftir öllum rimum. Þau hætti ekki fyrir að húsið farið. They're coming for your head, sko. Nei, þetta auðvitað hundleiðilegt. En ljósið í myrkrinu fyrir mig var að ég bettaði á 125 púnta hækkun. Nei! Coolbet náttúrulega bauð upp á, Ég sá það. Bauð upp á stuðul. Ásgeir! Gerðu eitthvað! Nei, ég held að ég sé alveg, maður er alveg komin Djúsa þetta. Maður er alveg komin á þá línu að, sko, ég meina, þú veist. Þú ert bara hoppandi kátur og eiga ekki neitt núna, sko. Já, sko, maður er komin bara á þá línu að nú verður bara að fara að gera eitthvað, skilur, bara stjórnvöld, fattar. Og þetta við töluðum í einhverju þætti að ég myndist á það að verið farið í þjóðarátak. Já, sko, stjórnvöld ef þetta á að halda svona mikið lengur áfram, þá þurfum við allir að leggjast á eitt. Já. Og þess vegna vil ég minna og enga framtaki líka, sko. Stjórnvöld eiga ekki að gera neitt. Þau bara sitja ráðningabann, hætta eða peningum, hætta reyna að hækka skatta. Já, ég er nú með ágætis frétt á eftir sem kemur inn á það. Já. En við viljum byrja á að þakka sjálfsögðu Lavazza kærlega fyrir. Við sitjum hér með 2 ylvolga bolla í þeirra boði. Sparnaðaráð, þetta er þáttur sparnaðar í dag. Ég var með Lavazza bolla í morgun, drakk hann. Þú var ég eitthvað að hlaupa á dótturinn, hún skeitt á gólfið, þannig ég endaði að þrífa. Kem aftur. Hjötan? Já, hjötan. Kem aftur. Kaffið var kalt. Hendi bara í öppan. Já. Alveg jafn gott. Þetta er tricks. 30 sekundur á 900. Emmett. Og sko, heyrðu, það er annað, ég veit hvað seðlabankinn er að gera. Þau eru að taka okkur eins og samlóku, henda okkur í öppan í svona 9 mínútur á 900. Það er verið að breyta okkur í ógeð. Við erum svindlsamlókur í þeirra. Manstu getur svindsamlókur? Meiri Elton. I'm still standing. Hann nær okkur ekki. Hann er búinn að brjóta með 12 putta. Hann nær ekki okkur hjá pinginni. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Hann er komin í tærnar og hann endar í... Hann endar á hausnum, en hann nær ekki hausnum. Ekki okkur pingimannum, það er ekki séns. Pingjubandalagið, við stöndum enn. Herðu, en með Lavazza, það er hægt að hitta aftur í öppanum. Hvað er ekki hægt að gera með þetta góða kaffi? Það er vannmetið tricks. Það eru þetta bara verðbólgutips líka. Já. Það er alveg hægt að hitta kaffið upp aftur, sko. Þetta er Ekki sulla köldu kaffi. Það eru 2 ráð. Öppan, 30 sek, 900. Bara mjög fínt. Getur þú svolítið heitt, hvað segur, blása. Og nummer 2, sitt í svona klakabóks, frista. Svo þú ert að fá fólki Pálinuboð. Já, við komum samt inn á verðbólgutipsuna eftir. Ekki klára þann punkt núna. Nei, en ég ætla að segja. Save the best for the last. Við erum með nokkur sparnaðatricks, verðbólgutricks fyrir ykkur að sjálfsögðu í lok þáttar eða svona. Til að vera sniður, þá ertu með afgangskaffi, heltu því í svona klakabóks og fristu, svo kemur fólk í brunch og þá segir þú, heyrðu, ég ákvað að gera svona special made fyrir ykkur. Lætur að halda að þú sért að gera svona litla frost kaffimóla. Þetta er bara afgangar. Já, þetta er bara einmitt. Þetta er bara þannig ár, 23, þetta er þannig ár. Þetta er bara þannig ár. Og þannig þáttur líka. Hvaðan kemur þetta? Hvaðan er þetta að koma? Er þetta hjá mér eða? Þetta hlýtur að vera þú. Þú ert inn á okkur í dónasíðu. Nei. Þetta er einhver tap af okkur í dónasíðu. Nei. Ok. En já, Lavazza, þakka þér kærlega fyrir. Herðu, en við verðum náttúrulega auðvitað að byrja á líka launþega vikunar. Já. Og það er að sjálfsögðu boðið Yuzu Burgers. Já. Og sko launþegi vikunar, og þetta er annar launþegi vikunar frá PFC. PricewaterhouseCoopers. Okay. Og það er nokkuð ljóst að við erum með diggan hlustandahóp þar. Já. En það er hún Margrét Sigurðardóttir. Ok, Magga Sig. Já.
og hún sko einstaklega velgefin, eða þetta semst umsögnin sem var sagt hana, einstaklega velgefin og hæfur skattalögfræðingur sem hefur hjálpað hennum ýmsu aðilum úr klóm ríkisvaldsins. Mæli hiklaust með. Ég bara, þetta bara, hún vel að þessu komin. Ætli þetta sé svona spiltur endurskoðandi? Nei, það efa ég nú stórlega. Hún örugglega bara, hún svona, hvað segir maður, úrræðagóð. Það ekki bara? Hugsaðu lausnum. Margrét Sigurðardóttir, við óskum kærlega til hamingju með nafnbótina. Þú getur haft samband við okkur á pingjan.is eða bara á Facebook eða hvernig sem en við hvetjum ykkur til að fara inn á Deep Into Pingjan Facebook-hópin okkar og þar pinnað efst launþegi vikunar skjal sem þið getur fyllt út. Ætli hún sé eitthvað svona, svo flippar þessi fastegn, selur hana, swappar yfir í bíl og bíl í krypto. No trace. Ætli hún sé þannig? Já, heldur það? Nei, það held ég nú ekki. Hún getur fengið sér eitt Júsú. Já, hún getur fengið sér eitt Júsú og búið kuna með? Já, þetta sem sagt launþegi vikunar fær máltíð fyrir 2 á Júsú hver einustu viku. Að gera ræða eitthvað? Kryptosvindli? Nei. En Júsú, stórkostlegir hambúrgarar, mínir uppáhalds allavega, Borg 29, Pósthús, Gróðurhús í Hveragerði, Kúmen, Garðabær, þetta eru 5 staðsetningar. Svo líka hægt að taka pick-upið á öllum stöðum. Gerði það lengi vel. Þegar þetta var bara opið á Hverfis og það var í COVID. Þá varst með þetta langbesti svona take-away-staðari. Já, bara geggja, þetta bara geðveikir hambúrgar og þeir eru eins margir og þeir eru mismunandi hambúrgar þarna. Hambúrgararnir þarna. Ég ætla að koma með bet. Þetta hambúrgarstaður okkar kynslóðar. Þetta verður með okkur 40-50 ár. Já, með pingjunni í 40-50 ár. Já. Herðu, við þökkum Júsú sömuleiðis kærlega fyrir samstarfið. Hvernig ætli hann sé, þú sér það ef að Seðlabankinn kæmist í eitt Júsúborgara. Þau myndu býða þann kólni, inn í uppan á 909 mínútur. Nei, veistu hvað? Seðlabankinn myndi bara... Æ, þú skipta. Ég ætla að setja, Júsú stendur þetta af sér. Við stöndum þetta öll á okkur. Seðlabankinn hitar ekki neitt upp, hann bara kaupir nýtt og nýtt. Jæja, allar að fara í málmála. Þú skal sjá innréttingarnar sem þeir eru að fara í þarna. Já, mér finnst það, mér sýniði morgun. Þetta ekki lengur Ásgeirsbólga, þetta orðin Bjarnabólga. Þú veist, en það sem að ég hef náttúrulega talað fyrir það alls konar svona heimskuli skilir sem þeir eru búin að setja eins og með hækkun á ráðstöfunartekjum. Já, sem sagt, hlutfallið ráðstöfunartekjur versus lánsheimild og annað, sko. Alveg rétt. Þú veist, það eitthvað sem ég hef út á að setja Seðlabankann, en auðvitað þetta bara, þú veist, þau eru bara sinna sínu starfi að hækka, þetta bara eina tólið sem þau hafa gegn verðbólgunni og Bjarnabólgu. Eða þú veist, fleiri tól. Þetta heitir ekki lengur Ásgeirsbólga, þetta komið yfir í Bjarnabólgu. En ef við ætlum í fleiri tól, þá þurfa bara stjórnvöld að grípa inn í. Það þarf að fara að girða sig þarna niður í ráðuneytum. Já, og ekki orðum það meir, ég minna, þú veist, stýrivaxtahækkun úr 7,5 upp í 8,75, ég held að flesti viti það nú þegar. Og ég nenni ekki tuðið við. Nei. Þetta bara, ég bara fegin að vera ekki með neina eign á mínu nafni og bara blúsandi, mínu nafni, ég talaði með þess að ég var að fela eitthvað. Já. Það bara, ég ekki lánþegi allavega. Nei. Það örugglega, það gott að vera launþegi í dag, sérstaklega hjá ríkinu, engar áhyggjur, heldur bara áfram að fara til útlanda og hefur það gott, en að vera lánþegi, that's bad, that's really bad, that's bad. En fyrir okkur lánþega, þá hef ég þetta að segja. Nei, ekki þetta. Nei, ekki þetta. Þetta hérna held ég. Nei, þetta hérna. Nei, ekki þetta. Ég alveg búin að klúra þessu, ég ætla að segja þetta. Nei, ekki þetta. Þú átt bara einn eftir. Þessi? Já, þessi. Þú íttir á 7 takka á þessi. Af 8. Ok, fyrir okkur lánþega þá hef ég þetta að segja. Einmitt. En herri, það drekklaðinn þáttur af, fréttum allavega svona og umræðum í kringu það. Sko, við vöknuðum nú við vondan draum. Hvort það verið á miðvikudaginn þegar kom fréttum að Túborg á Dælu, hann að hætta. Ég tók ekki til því. Hann bara að hætta í sölu á Dælu sem sagt. Á Íslandi? Hvað segirðu? Já. Og þetta náttúrulega alveg hræðilega fréttir, sérstaklega í ljósið þess, þau taka það fram í fréttinni að það sé svona bara þau gerir ráð fyrir aukinni sölu þá á glerflöskum af Túborg. Og það sé áherslubreyting, eitthvað út af kranar, séu takmarkuð auðlind, bla bla bla. Kranar? Já, kranar á börum, sko. En
Hvaða bull er þetta? Þau eru að búa sig eins og ég segi undir umtalsverða söluaukningu í gleri í tengslu við þessa áherslubreitingu. Þau eru í rauninni að búa þessa áherslubreitingu til þá. Ok, segjum sem svo, nú hugsaði ég bara eitt. Ég hugsa bara shrinkflation. Shrinkflation, við þekkjum það. Samdráttabólgan, já, var það ekki nafnið okkar eða? Jó, við byggum það til. En sko, það sem náttúrulega búið að gerast svona síðustu 10-15 ár, ok? Þú varst alltaf með 0,5 lítra glasi, gamla góða. Nú er þetta komið í sko 0,4 lítra og það bara næsta skref hérna og ég byrjar að taka eftir þessu. Það er byrjað að selja bara flöskur á börum. Og ég hata þetta. Ég fucking hata þetta og það sem er að fara að gerast núna, þú veist, í auknum mæli, náttúrulega túbort aldrei risin þarna. Það var náttúrulega að leiða þessa breytingu, þú veist, þá kannski fylgja fleiri með og við erum bara að fara að sjá þetta dettanir í 0,33 og það verður örugglega ekki krónu breytt í verði, sko. Já, getur gerst. Ég held samt að koma einhver inn núna og spýti, heyrðu, ódýr kranabjór hjá okkur, Carlsberg, Heineken, eitthvað, það hlýtur einhver sjá. Þetta meikar ekkert sens. Ég skil ekki þetta. En þetta er byrjað að gerast, þú veist, ég náttúrulega hefur verið að stunda skemmtistæðina talsvert meira en þú. Og þetta er í meira mæli en áður, verið að selja einungis flöskur eða dósir. Ég fer eiginlega bara á leynistæðin, það er ennþá kranið það. Byrjuðu leynistæðin. Hérna fyrir neðan. Skulum ekki nefna Nei. Skulum ekki vera að láta fleiri vita því en þetta er náttúrulega shrinkflation fyrir þá sem ekki vita sko, það er náttúrulega búið að vera líka mikið trend í gangi bara samfélagsmiðlum, aðal í Bandaríkjun og hérna í tengslum við bara það er verðbólga náttúrulega út allt og það eru margir framleiðendur sem hafa verið uppvísir að því að vera að stunda þetta án þess að vera með að tilkynna eitthvað sérstaklega halda verðinu, jafnvel hækka það en minnka umbúðirnar og það kom nú frétt hjá RÚV bara í sjónvarpinu í vikunni. Svo er eitt sem fyrir öfuleið. Hver er að flytja eins og úkraínsku kjúklingabringur? Þetta er bara besta verðbólgan. Ég hefur séð þetta búið það. Þú benti nú á það. Hvað kemur helst úkraínsku kjúklingur? Akkur er ekki allt frá Úkraínu ef kjúklingurinn er svona góður sko? Ég skildi ekki, það þarf að flytja allt frá Úkraínu. Þetta getur verið viðskiptahugmynd fyrir einhverja. Lít á helst verðina á, þetta er galið. En sko, það kom frétt á RÚV og þar var verið að tala að Toblerone hafi sko farið þannig að lengja bilið á milli sko þrýðingana. Þetta var orðin eins og einhver hjólagrind. Ég held að við tekið þetta fyrir á lista í fyrra. Já, við gerum þetta í fyrra sko. Bara svona aðeins að rifja upp sko. Og svo kom sko frétt frá 2022, þess að í fyrra bara, hérna, þá var verið að tala að kartöfluflugur frá Doritos. Það var frægt dæmi sko og þá hérna fækkuðu þeir flögunum í pókunum 5 þannig að í staðin fyrir 276 gram urðu þeir 262 og þú veist, mér finnst það svo loddaralegt skilur mig, þetta er bara svona loddara heitt sko þegar þú segir fækkum 5 er þetta alltaf bara talið í gramum? Já, að virðist vera, ég vissi það ekki sko ég var að fara að segja, hitt væri besta pubquiz spurning allar tíma að spyrja hvað eru marga flugur í Doritos en svo leiðilegt að spyrja grömm en ef þú myndir vita Já, en fyrst að þau eru að tala að þeim fækki 5 þá grunar mig að það sé einmitt frekar að telja sko flugurnar. Já, þess vegna fór ég að hugsa. Já. En einmitt þetta er leiðinda. Núna er einhver svona bara að reyna að hlusta síðustu 10 sekúndur bara ég er að fá heilablóð að hlusta. Já. En ok. En eins og ég segi bara þetta shrinkflation, þetta er leiðindar pæling og þú veist, ég einhvern veginn kann bara frekar að meta það ef að fólk segir bara við þurfum að hækka verðið og hækka það sko. Nenni ekki þessu shrinkflation bulli sko. Já, hvernig svona reynda að koma aftan að neytendum alltaf. Þú líka þeirra skammtandi minka, ég bara þólið ekki sko. Það ofna mig fyrir því sko. Já, skilji. En allavegna, það er nú fleira sem bara að koma hérna í vikunni, það er nú hluta fyrir útboð hampiðunar. Já, ég ætla að kíkja á þetta, djöfull. Já, en þú getur nú kannski sagt mér bara svona hvað, kannski kynnt fyrir hlustendur, hvað er að gerast þarna? Þú veist, hvað er hampiðan? Hvað er verið að selja þarna? Veiðarfæri, aðalega. Veiðarfærin, já. Originally. Eru þau með nótina eða? Já, nætur. Heyrðu, þeir eru með eitt. Sko, ég hef reynda verið mikill stuðningsmaður Ísfell og Ísfell vann með mér í loðnufréttum. Já, einmitt. En það verður að gefa hampiðinu það, þeir eiga glóríutrollið. Já, sem er það sem að fangar hjarta okkar með Gloria. Já, auðvitað. Allir alvöru pingja aðdáðandi þekkja Glóriuna, sko. Og það er veiðisvæði sem heitir Hampiðu Torg, nefnt eftir þeim vestur á landinu. Ok. Ég veit ekki, við verðum eiginlega bara að fá Kristján Loftsson. Ég held að hann Já, náttúrulega Hvalur er eins og staðan núna 46% hluthafi. Já. Svo koma þetta lífeyrissjóðirnir í Hrönnum þar á eftir. Já. Þetta er náttúrulega risa batteri sko, þetta var 194 miljón evra velta 2022
tæplega sem sko 29,3 miljardar íslenska króna og nú verður þetta gengi. Þetta mjög flott fyrirtæki. Ég heldur sé að verða stærsta veiðarfæragerð í Norður-Atlantshafi með yfirtökunum. Þeir eru svona yfirtóku stærsta keppinautin, Morenoth, sem voru stórir í Noregi. Ekkert svakalega gildandi á Íslandi, voru samt með presens hérna. Það einhvers konar skuldakrísa þarna í Morenoth. Sko, Morenoth var dæmi heyrðu, ég fekk ekkert sænt með slæm acquisitions eftir síðast þátt. Fólk hægt að hlusta á okkur? Nei, það er allir að hlusta. Allir ekki að fara að senda okkur? Ég hef aldrei fengið meira feedback, ég persónulega, eins og nú. Ok, flott. En þetta private equity sem að tekur yfir Morenoth fyrir einhverjum 5-6 árum þegar hampiðinni bauðist að kaupa. Fenguð ekki og þessi private equity náði að ég held ekki að gera það sem þeir ætlaðu að gera og hampiðan eiginlega bara tekur þetta yfir núna fyrir árinu. Skuldsett og illa rekið, þannig að hampiðan tala að 60% af andvirði eigi að fara í endurfjármögnun skulda sko. Já, akkur preppaður mig ekki? Ég hef verið til að ég bara, þú veist, ég var bara bomba niður svona það sem að helst bar hérna í vikunni sko. Já, hann beðan eru flottir. Það er líka, en það er allan á opið til, þetta er 120 krónur á hlut, þetta er A og B bók, hámarksgjald þarna er 20 milljónir sko, og svo ferðu yfir í fagfjárfesta bókina. Ég heldur að það verðlagt þetta á 14 króna afslætti, 14% afslætti með við síðasta útboðsgengi, síðasta gengi, markarsgengi. Svo er alveg búið að vera að tala það er búin að Kristján Loftsson, maður fólksins. Það er búið að vera, samt verið að tala að þetta sé yfirverðlagt sko, einhvers staðar hef ég séð það. Hvaðan hefur það? Ég bara gef það ekkert upp, en einhvers staðar hef ég séð það. En svo hefur líka verið talað þetta sé bara fair price sko. Mundur ekki á prémíu á veiðarfæragerð? Hvað segirðu? Mundur ekki á prémíu á veiðarfæragerð? Nei, ég tek ekki, sorry, ég er ekkert búin að fara í saumuna á þessu. Ég er ekki búin að skoða greininguna, en ég veit bara, þetta er svona grunn innviður. Það er gaman að fá útboð loksins, það er eitthvað smá síðan. Rétt. Bara hvetjum kúreka landsins til að kynna sér þetta. Kynna sér bara, ég er ekki að segja ykkur að kaupa, slakið á. Bara hólka. Kynna sér þetta. Hólka. En svo er sko já, ég sá svo eina mjög svo áhugaverða grein frá Elísu Örnu, hún er hagfræðingur hjá Viðskiptaráði og það er hún að tala hún er að tala meðal annars bankaskatt, en svo fannst mér áhugaverður punktur sko raunávöxtun á eigið fyrir bankana og nú er ég náttúrulega mikil aðdáandi þess að tala í hlutföllum, prósentum, ekki krónum. Og þú veist, bankarnir hafa auðvitað verið mjög auðveld skotmörk í gennum tíðina bara og Passaði þið, það er sko núna, það er mjög erfitt fyrir fólk undir meðalgreind að skilja hlutföll. Þau vilja bara tala í milljörðum. Þú verður að átta þig á því að þú ert að fara núna inn í eitthvað drullusvað sko. Já, það er reyndar þegar þú segir það. En ok, halda áfram. Ég kannski bara hætta við það. Já, það er einhverjir þingmenn að hlusta á annað, þau myndi ekki skilja þig sko. Nei, sko, hún talar þú veist bara svona eins og ég segi, það er bankarnir högnuðust einhverja 20 milljarða á samanlagt á fyrsta ársfjórðung og það er náttúrulega allt vitlaust og það sé bara að ræna peningum og eitthvað svona og þú veist, skipta skoðanir á því, en svo kemur í ljós og hún talar það hérna í greininni að raunávöxtun á eigið fyrir bankana er bara ekkert sérstaklega góð. Sko, nafnávöxtunin á EIF er 12,1%. Það er búið að margbenda á þetta, en halda áfram. Ég ætla að fara, svo kemur hún með svo skemmtilegt samhengi, sko, hérna á eftir, sem er svona doldið rjóminn í þessu, sko. Já, en nafnávöxtun er hvað? 12%? Nafnávöxtun 12,1%, sem er í rauninni bara 1,9% raunávöxtun. Já, núna hætti flokk fólksins að hlusta. Ok, en sko, nafnávöxtun til dæmis á Norðurlöndum er 16,2%. Þannig að þú sér það að við erum langt undir því og raunávöxtun þar að leiðandi líka. Og þú veist, arðsemi eiginfjár, þetta svona segir til bara hvernig tekst að ávaxta fjármagn sem að bara eigendur hafa bundið í félaginu fyrir, þú veist, þetta er bara eigið fé fyrir ykkur sem að skilja ekki alveg hvað við erum að ræða þarna. Við hefum nú ekki verið mikið að taka þennan metrik inn í ársendingaþættina. En já, af hverju var það? Við bara svona Ég var beðin þetta sérstaklega lengt tíma sko. Kjeldan reiknar þetta með þess að fyrir hvern einasta reikning. Ég held hvort við verið talað þetta í byrjun eða eitthvað og svo var þetta einhvern veginn fannst fólki, þetta var flókið í byrjun og eitthvað svona. Já, það er líka bara En svo er það með þetta sko, þú veist, það auðvitað ekki hægt að ætlast til þess að neitt miði á að vera í neikvæðri raunávöxtun. Hvorki fyrirtæki inn í einstaklingar, þú veist, jável þó að einstaklingar fá aldrei að njóta þess á innlánsreikningum á
fá jákvæða raunávistun, allavega ekki síðustu ár. Þannig að þú veist, fólk sem svona gargandi þessa ofurgróða og annað, getur kannski aðeins andað. En hún setur þetta í þetta skemmtilega samhengi í lokin. Hún tekur náttúrulega fyrst fram sko í greininni að eigið fyrir bankana sé tvöfalt hærra en útgjöld hins opinbera til heilbrigðismála og háskóla í fyrra. Og svo skýtur hún hérna föstum skotum til að setja 20 milljarða króna hagnað bankana í samhengi, þá hækkuðu fjárlög stjórnvalda 30 milljarða króna milli umræðina á Alþingi síðastliðið haust. Akkurat. Það liggur því beinast við að stjórnvöld sem gjarnan tala ábyrgð bankana leiti leiða til að auka eigið aðhald, fögnum því. Núna allir þingmenn hættir að hlusta á því. Draga úr þenslu og þannig ná niður verðbólgunni. Og svo hendur hún í, það verður stór hluti á lausninni, svo hendur hún í, eða ekki annars rétt að taka til í eigin vössum áður en farið að teygja sig í vasa annara. Hjá þinginu? Nei. Já, nei. Það á ekki við það. Nei, klálega. Nei, þetta einmitt áhugavert að setja þetta í þetta samhengi að þú veist, 30 milljarðar sem að hækka þarna á milli umræða. Útgjöldin náttúrulega orðið stjórnlaus. Já. Hvað þá, þú veist, hvað 20 milljarðar í því samhengi? Ég veit það ekki. Og ég byrði bara til Guðs að við förum ekki, þú veist, það verið að agnúast yfir því að bankarnir sé að hagnast. Hvernig væri þetta ef bankarnir var að tapa? Væri þá allir húrrandi kátir? Nei, það, þú veist. Þá fyrst þurfum við að fara að hafa alvöru áhyggjur, sko. Þá bitnar það þetta bara á lánþegum og þessi umræða bara svo fyrirtækjum og öðru, sko. Þannig að 1,9% raunávistun, ég held að við séum nokkuð sammála það að það sé ekki engin ofurgróði, sko. Það þarf alltaf að skoða þetta í hlutvöldum, það bara þannig. Og að talan sé há, þú veist, fyrir bara hinn almenna kúreka, sko. En bara svona, skemmtilegt að dreipa þessu. Já, skemmtileg grein. En svo erum við með Dokkubit að sjálfsögðu. Já, það eru góð tíðindi þar, Byggjubandalagið, við stöndum fremst í broddi fylkingar, í baráttunni gegn þessum ömurlegu helvítis útprentunum á pappír þegar þú farið þjónustu einhvers staðar. Við viljum ekki sjá hana pappír, sko. Með Dokkubit, lítil og meðalstór fyrirtæki eru núna farin að senda, hvað getur við sagt? Kauptilboð, kaupsamninga, skráningu viðskipti, hvað sem rafrænt. Rafrænt. Þægilegur API fyrir svona meðalstór fyrirtæki sem eru með einhverja snjalla til að tengjast. En fyrir okkur hinn, ég nota Dokkubit, sendi kauptilboð í vikunni. Við höfum verið að gera það. Og þetta það einfalt að þú getur byrjað nákvæmlega núna, fyrir á dokkubit.is, auðkennið þig sjálfsögðu. Ég var aðeins að ég setti kauptilboð og leta renna út 5:00. Já, það hægt að gera þannig. Já, ég setti svona smá pressu. Svo hringdi einn í mig, ég þarf aðeins meir tíma. Nei, kallinn minn. Og svo segi ég að djóka, ég get breytið sinni í Dokkubit. Þannig ég fór, þá leifur lítið mál að breyta bara. Já, leifur undirritanir eftir tíman. Og með samþykki beggja þá það í lagi. Já, skemmtilegt. En svo endanum undirritaðan á rétt tíma. Dokkubit. Kíkið inn á dokkubit.com/is. Já. Svo líka hægt að fara inn á dokkubit.is bara. Byrja strax í dag. Þetta er líka umhverfisvænt. Svo það sé tekið fram. Já, akkurat. Ég að stuðla að umhverfisvænni heimi. Já, það er rétt. Þetta fækkar pappír. Þetta fækkar, þú veist, þetta er bara boring yfir umhverfisvænt í þessu, sko. Þú nennir ekki að vera að skrifa undir eitthvað, skanna og senda. Nei, sammála því. Ok, flott. Má ég taka milljónumæri vikuna? Já, þú ert með milljónumæri vikuna í dag, já. Já, en sko, hann er mjög óeðlilegur. Ég nefnilega, sko, hann er eins og ljóðskáld. Hann er með svo mikið að kvótum að ég ætla að lesa ævisögun hans áður en ég tek hann fyrir, en ég ætla að lesa upp bestu kvótin hans. Þannig að þetta er svolítið öðruvísi. Ég ætla að reyna að vera svolítið fljótur. Ok. Sko. Já, ekkert stress. Það er ekkert stress á mér, sko. Bara milljónamæringu vikunar. Ræðum þetta eins, talaðu við mig. Dó í vikunni. Nei. Jú. Byttu nú við. Er þetta... Hann heitir Sam Sell. Ég ætla að segja Tina Turner. Kannast ekki við hann? Sam Sell. Nei. Gamli, þetta er fjármál og hlaðvarp. Ég er alltaf að koma hérna með einhverja kísukúlukalla. Þú ert ekkert inn í þessu. Leif mér að koma með annað test. Kannast ekki við mannin. Veistu hver Ron Jeremy er? Já, ok. Veistu hver Rocco Siffredi er? Nei. Rocco Siffredi? Nei. Já, góður, ok. Sko, hvað gerði þessi Sam Sell? Sko, þetta er ekki dónakalla hlaðvarp hérna. Nú erum við að taka kísukúlukalla, skrifaðu Sam Sell og settu í stellingar. Já, ég kannast ekki við mannin. Nei, hann er kallaður The Grave Dancer. Kannast hann við hann, sko. Ertu með þýðing á því? Grave Dancer, bara gravardansari. Sko, hann dansaði í gröfum látina.
Nei, þú veist, The Grave Dancer Nei, sko, hann varð guð í fjárfestingu fyrir sumum og því að hann kom inn á erfiðum tímum og keypti distressed real estate Það að segja bara fasteignir sem voru í hakki Já Og er hann flippari eða? Ja, hann flippaði líka og eina sagan sem ég ætla að segja honum er að hann hafði það arfleið alla tíð að hafa verið flippari Byrjar 12 ára á því að kaupa Playboy á 50 cent blöð sem sagt Já, hann var að kaupa Playboy magazine og var hann á að selja vinum og skólafélögum á $3 Það er fyrsta business venture hans Það er 500% return Já, síðan er sko skemmtilega að segja hvernig hann óð inn í fasteigninar og í rauninni bara með alltaf sama mindsetið En ég ætla að vera með meira um hann seinna Ég ætla hann er bara svo ljóðskáld Því að hérna eru nokkuð kvót sem að hann á að hafa sagt Er til? Já Og ég er búinn að þýða þetta allt Ég ætla að vera með tilbúin hnapp þar sem að þú myndir segja Það að vera með þetta á íslensku Já, þar sem að þú áttir að segja English please Jesus. En sko, hann sagði Þegar græðgin yfirbugar óttan Þá er svínunum slátrað Segðu þetta á ensku Þegar Já, ok, strax kom English please When greed overcomes fear The pigs get slaughtered Það sem hann átti við að þegar þú ert orðin það gráður að þú ert ekki Og það er akkurat það sem á við í dag að þegar þú ert að taka í rauninni bara lán þú ert það hugaður að þú ert orðin það gráður að þú spáir ekki í, þú veist hvað er að versta sem getur gerst þá verður þið slátrað eins og bara í svona vegstæmi Þegar græðgin yfirbugar óttan þá er svínunum slátrað og þá kom hann inn hann var svona að tala um að hann kom oft inn þegar hann voru einhverju vitleysingar búin að vera að leika sér Sko, hérna, ég hefði átt að vera með þessa á ensku með mér Þegar áhættan er tekin úr lánasamningum og peningar verða nánast ókeypis þá er ekki langt í hólurnar Það var ekki langt í hólurnar Já, þetta var pottholes, þetta eru svona hólur á veginum þetta er eins og Reykjavíkurborg Já, bara á öll bæjarfélög hérna á Reykjavíkursvæðinu Já, alveg Reykjavíkurborg Hólu Hjálmar thank you Svo er það þriðja Lærðu af sögunni Já, þetta er gott og gilt kvot Á hann það? Learn from history Hann á það, já Það hefur örugglega enginn annars sagt það Shit, ég skrifaði 20 Takk vel Svo hérna Ég þýtti þetta eiginlega allt Önnur stutt Erfiði tímar búið til góð gildi Já, það er En þetta var value Þannig að þetta gæti líka verið gott virði Frekarni gildi Values Já Svo sér hann hérna Það er alltaf til tækifæri í fasteignum Bæði á hræðilegum landfræðilegum stöðum eins og Toledo, Ohio þar sem er takmörku samkeppni sem og eftirsóknarverðum stöðum eins og New York þar sem eru hindranir til að komast inn og byggja Þannig hann sá tækifæri alls staðar í fasteignum Hérna er annað gott Skilgreiningin á góðum partner er einhver sem deilir sömu áhættu segni /fælni og þú Hann sagði líka Ég held að það hafi verið Confucius sem sagði Money talks and bullshit walks Ég gat ekki þýtt það. Hvernig myndur þú þýða það? Money talks and bullshit walks. Þú þýðir ekki svona rím, sko. Hvaðan kemur þetta? Ég veit það ekki, maður. Þú ert með eitthvað tabópen. Ég veit ekki eins og hvort að þau heyri þetta. Þú ert búin að vera á einhverju webcam síðu og það er einhver anskotin hérna að tala við þig, sko. Anskotar, svo rugglar þetta alltaf. Það er hérna, þegar kemur að ráðningum, þá leita ég að fólki sem undir engum kringumstæðum er hægt að sveigja í afstöðu sinni til ákveðina mála. Minn helsti ótti er að vera umkringdu fólki sem segir mér það sem það heldur að ég vilji heyra. Já. Hann leitaði sér að fólki í kringu, ekki svona grúppjum. Hann vill bara hreinskilja fólk. Já. Ég skal fara að loka þessu hérna, er þetta ekki mjög gott? Nei, bara áfram. Í lok dags, þegar allt hefur verið sagt og skrifað, þá er það kapital sem er bensín fasteignamarkaðsins. Já. Er það ekki bara nokkuð... Viltu fá þetta ensku það? Nei, er það ekki nokkuð augljóst það? Jó, svo er það góð hérna. Ándjóks, það væri gaman bara að fá hérna... Nei, ég ætla ekki að skúpa þig, ok. Bindi skera á blóðflæði til heilans. Er það hann sem segir það? Já. Ok, er hann aldrei með bindi það? Nei, hann var svona skjóta á bankamenn og aðra. Já, einmitt, en þú veist, ég er bara að spá hvort að hann sjálfur, hérna, ég er að reyna að fletta upp mynd á hann. Samsæl, já, getur verið. Sjá hvort ég... Herru, þegar þú segir það, hann er ekki með bind á einn einustu mynd, hann er alltaf með kragan. Þetta er eftirlega gæi. Svo er hérna tilfinninga til einstakra fjárfestingakosta leiða til skorts á aga. Sorry, ekki sammála. Ég datt út, ég var að skoða hérna, hann er ekki með eina einustu mynd af sér með bindi.
Nei, hann sagði líka bindi skera á blóðflæði til heilans. Ok, númer 7 eða 8 kvót. Hefur ekki gaman að þessum kvótum? Jó, þetta er skemmtilegt. Hann sagði tilfinningar til einstakra fjárfestingakosta leiða til skorts á aga. Já. Það að segja, ekki emotionally investa í einhvern díl. Þú verður bara að geta köttað á hann ef að hann að súrna eða hvernig sem það er. Þetta er mjög erfitt, þú veist, að ná tökum á þessu. Já, svo er lausafé jafngildir virði. Liquidity equals value. Já, ok. Annað gott, hvern dag sem þú ert ekki að selja eign í eignasafninu, þá ert að taka ákvörðun að kaupa hana. Hvernig einasta dag sem að segja þetta aftur? Sem þú ert ekki að selja eign í eignasafninu, þá ert að taka ákvörðun að kaupa hana. Já, mitt. Og ég hef kannski átt að segja, hann á árið 2006. Jöfisins böllur þetta maður. Já, hann á stærsta private equity sölu fram til ásins 2006 þegar BlackRock keypti allt fasteignasafnið hans á held ég 39 miljardar bandaríkjadollara. Skrifaði Sam Zell BlackRock eða Blackstone. En þá sagði hann einmitt með þetta, ef ég hefði ekki selt þetta eignasafn, þá var ég að taka ákvörðun að kaupa sjálfur. En honum fannst verðið það gott. Það var 20% yfir og jari. Já, svakalegt maður. Er til næstu? Þetta fer alveg 39 miljardar. Já, bandaríkjadollara. Já. Og hann, Largest alternative investment Sam Zell, The Grave Dancer. Heyrðu, það fyrsta sem þú þarft að skilja er hvað þú veist lítið. Já. Bara léttulega gott. Mjög góður gildur frasi. Svo segir hann að vera í business er easy. Ef þú ert með takmarkað tap eða downside og stórt upside, þá lætur þú vaða. Ef þú ert með mikið mögulegt tap og lítið upside, þá er tími til að hlaupa. Já, þetta er gott kvot. Heyrðu, að taka 2 viðbót. Ég er með heilan helling. Tökum já, þetta er gott. Stóra vandamáli við lánsfé, gírun, er að þú þarft að borga það tilbaka. Stærsti mælikvarði á velgengni eða tap er hvernig frumkvölar höndla lánsfé. Ef þú ert í fasteigna fjárfestingum án fjármagns, þá er það eins og að fara inn í hringinn og boxa án hanska. Já. Þannig að hann sagði, þú þarft að hafa leverage í fjárfestingum, því annars ertu eins og bara hanskalösinn í hringnum. En þú þarft að kunna beita því. Já, það var nú margir úregarnir prjónað yfir sig á hestinum. Akkurat. Og góður gírun, sko. Akkurat. Herru, síðasta. Ég þekki mjög fáa frumkvöla sem hafa náð árangri og verið óöruggir. Ótti og hugrekki eru mjög náskild fyrirbrigði. Já. Þú veist, auðvitað er eitthvað til í þessu. Það er bara ótti drífur fólk áfram, þú veist. Ég skal þýða þennan. Já. Þýðan sem Sam Zell. Já. I don't know too many insecure, successful entrepreneurs. Fear and courage are very closely related. Takk fyrir þetta. Þau hefur verið Sam Zell. En þetta er geðveikur frasi, skilur. Hann er komin á bak hérna, maður. Nei, þetta er geggjaður frasi og ég held að margir tengi við þetta og ég fór nefnilega þetta er hjá þér, sko. Ég trúi, hvaðan er þetta að koma? Held að sé hjá þér, sko. En þetta er líka, sko, bara þetta aldrei þann pakka verði sama, skilur. Já, óttin heldur á tánum. Þetta er bara geggja kót. Óttin og hugrekkið. Óttin og, já. Þú ert hugrekkur þegar þú tekur óttan, það er nú bara þannig. Anna, ég glemdi alltaf, ég var eftir að senda inn, ég fekk sko bókalista með 30 hugmyndum á bókum og ég er bara búin að liggja á þessu eins og ormur á gulli. Ég er búin að lesa ég er búin að lesa það bara sjálfur. En ég ætla að setja þetta inn í Deep Into Pingjan helgina. Ég lofa því. Verður að muna það þá. Og ég ætla að bæta við Am I being too subtle? Straight talk from a business rebel. Það er ævisaga hans, Sam Zell. Jón Björns kom til okkar hérna, við náttúrulega vorum búin að segja fólki frá því. Hann verður með okkur í næsta föstudagskaffi. Já, akkurat. Hann talaði bókina Only the Paranoid Survives. Já, ég skrifaði hann einmitt, hún er komin á listan. Já, ég held að það sé stórmerkileg bók. En já, það verður góð þáttur. Ég get loðað eitthvað því, frábært viðtal. Hann er retail guru. Við náðum hann á flug þegar hann fórum að spyrja um retailin. Á fórum á flug. Hversu fyndið er að hann og Jón Ásgeir hafi bara verið alist upp saman? Bjuggu í sama raðhúsi. Já, ég veit í hvaða raðhúsi mér er út á Nesi, sko. Þetta er stórmerkilegt. Það eru tveir örgulega svona okkar öflugustu retail kongar bara. Það er ekki bara að breyta sig eitthvað safn eða?
Ég veit ekki, sko. Ég mitt líka, sko. Johnny Strikes Again og svo eigum við báðir kvót fyrir á báða, eða svona nickname. Já. Það veist, Johnny Strikes Again og Take a Bow. Take a fucking bow. Take a fucking bow, Jón Björnsson. Já. Þetta var stórkurslegt viðtal og margt fróðlegt og skemmtilegt sem kom það fram. Veitum ykkur til að vera á tánum þegar sáþáttur kemur inn. Já. Sko, það voru nú einhverja fleiri fréttir líka. Það var eitt sem ég tók alveg gífulega fagnandi. Það var ég sá starfsmenn Símans, þau eru að fá kauprétt. Já. 226 starfsmenn sem hafa gert kaupréttasamning við félagið og eins og ég segi, þú veist, þetta eru gleðifréttir, þú veist, það þarf að virkja auðvitað þennan hvata hjá fyrirtækjum á Íslandi að svona leyfa starfsmönnum að eiga þátt í velgengninni. Ég held að það sé bara betra fyrir alla og þau taka einmitt fram hérna í kaupréttaáætluninni, hérna stendur í kaupréttaáætluninni segir að markmiðan að sé að tengja hagsmuni starfsmannafélagsins við aðkomu og langtíma markmið félagsins og hluthafa þess. Þetta eru frábærar fréttir og ég held að, og eins og við rættum þetta við hérna Davíð, var það ekki? Davíð Smitten, hann talaði að þetta væri bara nauðsynlegt. Jó, eru við ekki að fara í partí til hans í kvöldi? Jú, það er í kvöldi, já, alveg rétt, já. Ég mætti þarna síðast, bankaði og það var í viku snemma. Anskotin, já, þú sagði mér eitthvað frá því. Já, hékkstu lengi fyrir utan eða? Já, nei, svo var ég bara sóttur og fara heim. Já, það var búið að skuttla þér og svo stóð, þetta hefur verið bölvað vissin. Öll ljós kveikt enningin heima. En þetta er líka bara, þú veist, ekki bara fyrir stærri fyrirtæki, líka bara fyrir svona sprota og annað að gera ráð fyrir þessu. Já. Að hafa einhvers konar hvatakerfi og þá eru kauprétti náttúrulega frábært tól þar. Já, og þá er alveg garantít nei, ég ætla ekki að segja. Ekkert. Það er náttúrulega ekkert garantít en auðvitað einhverju líkunar á að stækka kökuna þegar starfsmenn eru involveraðir og fá að njóta velgengnar og vilja taka þátt í því, sko. Það eru ekki bara eins og einhver vélmenni, einhverju róbótar. Rétt. Þannig að við fögnum þessu, við hjá Pinginni. Herðu, ætlum við ekki að vera með smá hérna í boði ISNIC Tenerife samanburð, vorum við ekki eitthvað konum með það? Jú, ertu með hann? Já, eða þú veist, það er náttúrulega bara þessi síða, tenerife.is. Já. Og ég held að hún sé samt dálítið svona outdated, sko. Verðinnar. Já, er þetta ekki bara alltaf sama? Það er allt ódýrar á Tenerife nema Íslandi og þú ert bara eitthvað, allt ódýrar og svo eru launin svona 4 sinni lægri. Já, þetta er náttúrulega alltaf sama. Þetta er alltaf sama. Sama töðið þarna, sko, en það er náttúrulega það sem er auðvitað skipti mestu máli þarna er kannski, þú veist, húsnæðið, sko. Já. Þú veist, það er talsvert lægra og vaksta umhverfið og annað, sko. En ég bóði ISNIC og sko Tór Sæni sér nú alveg í gegnum þetta, sko. Já, hann hlustar ekki á þetta en svo við viljum bara minna ykkur á það, kæru, aðalega svona iðnaða fólk og það sem er líka í hérna bara klipparar og annað og náttúrulega stórkostleg hugmynd, kaupa lén sem er með nafni þú veist, þíns sem einyrkja. Við talaðum þetta áður í ársendinga þáttunum og ekki senda reikninga smiður eða klippari eða eitthvað, kaupa lénið og vera með það er mjög sterkt segjum bara Tóti klippari .is klippari og svo er náttúrulega auðvitað þarf ekki að benda á það augljóst að vera bara með heimasíðu opna. Það er mjög þægilegt en við þökkum ISNIC að sjálfsögðu fyrir samstarfið. Þetta er náttúrulega bara miðstöð léna á Íslandi. Þannig getur þú farið að braska aðeins. Við eigum nú nokkuð lén sjálfur og þetta er, svona mínu mati, þetta er einn skemmtilegasta braskgreinin hann úti. Ég held ætlaði þú ekki að stökkva að eiga júnibumbur.is. Var ég búinn að ræða það? Alltaf svona bumbuhópar, maður sjá, aprílbumbur er líka laust. Það getur einhver einhver sem er með svona bumbuhópa, það er hægt að kaupa núna, janúarbumbur. Svo er það líka skemmtilegt. Ég held að þú ættir þetta allt. Nei, ég hef ekki komin á þessu. Ertu ekki í neinum bumbuhópi? Jesús minn, alveg. En herðu, við þökkum ISNIC kærlega fyrir og viljum minna ykkur á það að það er verðmæti, gífurlegt verðmæti fólki í því ægalén og ekki vera að segja upp nema þú þurfir þess nauðsynlega. Þetta er fasteign alnetsins. Ekki spurning. Herðu, sko,
þá erum við, já, við getum náttúrulega farið aðeins í þetta Tenerife, þetta einhver verðsamaburður, að það eiginlega skiptir ekki máli, ég nenni ekki. Nei, ég nenni ekki. Þetta kemur bara út af því sama. Þetta kemur út af því sama. Það háverð og háan kaupmátt, eða lágverð og lágan kaupmátt. Já, emitt. Þetta bara, take a pick, son. Emitt. En svo ertu, eins og ég sagði á hann vissulega með, þú veist, það vaxtaumhverfið náttúrulega allt annað, sko. Já, þannig að það kannski annar púll. En svo að lokum kannski, við erum með Nei, herðu, ég er með eitt skemmtilegt þetta. Gerður í Blush. Já. Hún að bjóða sér fram í stjórn Ölgerðarinnar. Var það ekki bara í gær? Já, jú, og í fyrradag. Og Magnús Árnason, vinnur okkar í Nova, sem situr í stjórn Nova sérst núna, var áður ég man ekki, hann með einhvern svo langan stjórnartitil. Já, hann hinn nýji stjórnandi Íslands. Stjórnarmaður Íslands, ef þetta gengur eftir. Já, hann ætlar að sanga að sér. Já. En hann einmitt einn að sækjum, en mér finnst það skemmtilegt að viðtal við Gerði, sko, þar sem hún var að tala um þetta og hún sagðist einmitt vera, sko, einn harðasti mix aðdáandi landsins og þú náttúrulega ert örugglega ofarlega þar líka, er það ekki? Mixari? Já, ert þú ekki léttur mixari? Ég er meiri mixari en Maggi Mix. Já, er það? Já, ég man bara eftir, varst þú ekki einhvern tíma með eitthvað fróðleiksmóla mix? Það getur vel verið, ég man það ekki. Ég samt gróðað upp samt, sko, ef fólk hefur áhuga að heyra það. Já, ég held að mér hafa alltaf fundist ísnálinn betra en drykkurinn. Já, ég man ekki, við vorum eitthvað að tala þegar við vorum að leita okkur að samstarfsaðilum í byrjun. Já. Og talaði alltaf já, bara mix, ég vil bara mix. Nei, ég vil fá Mountain Dew. Ég var að Mountain Dew. Ég rosalegu Mountain Dew maður. En mix, ég svakalegu mixari, sko, ég elska mixið. En hún náttúrulega standi í fleiru, þau voru að gefa út nýjan drykk, Miss. Já, einmitt, það var í fyrra. Þannig, það var í fyrra, eða ekki? Nei, það svona 3 vikur síðan. Jú, já, það byrjaði í fyrra, eitthvað svona ferlið í því. Já. Og það kynnist hún fólkið þarna inni og eitthvað svona. Nei, henni datt í hug fyrir 3 vikum og þá komið að markað viku setna. Nei, en já, Mist, hvernig vel heppnað að hvað leiti? Mér finnst það flott nafn og flottar umbúðir, en ég á eftir að smakka hann. Er þetta eitthvað svona, einhver eromans í þessu eða? Það var eitthvað functional dæmi, maður þarf eiginlega bara að smakka þetta. Við verðum að bóka hann í spjall núna, hún kemur bara í spjall, hún segir hún frá Mist. Það ekki spurning. En sko með Mix, ef þú hefur áhuga að vita hvernig það var til, það kallið minn, það var til í kringu 1960. Já. Og það dálítið skemmtilegt að segja frá því hvernig, og ég ætla bara að lesa þetta hérna kannski upp. Sko, Mix var til í kringu 1960 og var í fyrstu framleitt í efnagerð Akureyrar. Síðar ákváðu eigendur efnagerðarinnar að einbeita sér að gosdrykkjaframleiðslu og þá breyttist nafn verksmiðjunar í Sana. Árið 1978 sameinuðust Sanitas og Sana. Þá var einnig farið að framleiða Mix í verksmiðju Sanitas við Köllunar Klettsveg og gosið komið inn á markaði Reykjavík. Eftir að Sanitas lagði upp laupana, keypti Ölgerðin Gosan, sem var gosdrykkja hluti fyrirtækisins árið 92, hefur Ölgerðin framleitt Mix síðan. Á þessum tíma hefur útlit Mix tekið nokkru breytingum. Tíma voru 2 ávaxtafígúrur ábyrjandi kynningarefni gosdrykkjarins. Það kölluðust Kátur og Hress, manstu eftir því? Nei. Nei. Ég ætla allir vissi eftir því. Vissi eftir því. Svo það líka punkturinn í þessu, sko, já, þetta búið að vera í eigu Ölgerðina frá 92. Já. En svo 2008 og setti Ölgerðin átt að vera svona systudrykkur. Heyri, þú ert með hana víbrator í gangi hérna. Já, en ekki bjöllhljóði. En manst þetta remix 2008. Mér ámar í þetta. Það var svona rauður, appelsínugulur. Og þótti eitthvað svona svipaður á bragðin. Það floppaði, það var mjög skamlíft, sko. En svo var punkturinn sem mér fannst svo skemmtilegur að sko Mix var til fyrir algjöra slembi lukku, sko, eða bara óhefni. Þetta var í rauninni mistök í pöntun. Það ætlaði að panta inn eitthvað svona appelsínu, þú veist, fá eitthvað ananastat. Já, ætlaði að fá eitthvað svona appelsínu duft eða eitthvað til að búa til drykk, fyrir eitthvað svona appelsín drykk bara, en fengu ananas í staðinn og þau hugsuðu bara, við getum ekki leyft þessu, þannig að þau ákvaðu bara að prófa að framleiða drykk út frá þessu og hann alveg sló í gegn. Ég vil þetta áhugavert. Líka, hvernig ímyndaði hvað þetta var annað að standa í þessu? Hvenær var þetta? 60 eða 1960. Ef þú fyrst veit þessa pöntun. Þú ert örugglega bara í bréfsendingum Já, þetta hefur tekið svona 3 mánuði bara ferlið. We would like to get powder for making orange soda og einhver lesblindur úti spyr, they want pineapple soda og sendi eitthvað ananastuft til Íslands. Sæmilega lesblinda í gangi þar, sko. Já. En já, ég
held þá að við lokum þessu bara á verðbólgutips vikunar í boði Jómfrúnar. Já, erum við ekki bara á leiðin á Jómna á eftir? Jú, ég held það, vorum við ekki búin að bóka borð? Jú. Hjá honum Kobba, ég held að það sé mjög sniðuð hugmynd hjá þér. Að bara taka því borði sem við erum búin að panta og vera þarna innan ráðherrana og þar náttúrulega sko, Jómfrúin þú veist, verðinu stilt í hóf þar. Já. Þar getur þú fengið lúxusplatta, bara nánast gefins. Þú sér ekki eftir krónu inn á Jómunni? Nei, og svo það, auðvitað sérði ekkert eftir því þar sko. Nei. Veist það hverju þú gengur, það er dönsk gæði. Það er svona mest pirrandi í dag, þú ert að fara eitthvað út að borða og það er dýrt og þú sérði eftir. Já. Það gerist bara ekki í Jómfrúnni, þetta er garantí. Ekki séns sko, en svo náttúrulega summa jazzin að byrja núna bara 3. júní, það er bara rúm vika í þetta. Þannig að við hlökkum allana mikið til og hvað er það? Hann er að víbra hjá mig síminn. Herru, ég ætla að setja hann bara inn á mig. Summa jazzin að sjálfsögðu og skulum vona bara viðuguðinir verið búin að Er nokkuð verið að kæra þig? Hvað segirðu? Verið að kæra þig? Af hverju? Nei, við skulum ekki fara til. Hvað er þetta að segja? Nei, þú veist, af hverju er svona mikið í gangi? Já. Er verið að kæra þig? Nei, þetta er bara Messenger. En já, ég man ekki hvað ég var að segja. Ég heyrði að það hafi gefið eitt borgfiskan helgina. Nei. Hvað er að gerast hérna? Ég Jómfrúin, bara farið þangað og fáið ykkur smurbrauð og bjór. Það eru þarna 13-15, þá býður Arnar eitt borgfiskan. Já, einmitt. Þökkum Jómfrúin í kærlega fyrir samstarfið. Nú að lokum verðbólgutips vikunar. Ég er með 2. Já, ég með 1. Þá kemur þú á milli. Ok. Ég ætla bara hreinlega bara í framhaldi af þessu shrinkflation sem við erum búin að tala um, sem við tölum um í byrjun. Já, samdráttabólga. Samdráttabólga, þá ætla ég bara að segja, vera vakandi yfir kílóverði á vöru. Og þarna segjum bara, tökum fyrir kannski salat. Bara túnfisksalat eða eitthvað. Auðvitað er þetta allt mismunandi salat, eitthvað getur verið uppáldi hjá þér. En segjum sér svo að það bara, bragðið skiptir ekki máli og þú væri bara að kaupa þetta bara fyrir eitthvað, bara, veit ekki. Djúvill er afbrigðilegt að þetta heiti salat, því að ég fór strax að hugsa bara kínakál eða eitthvað svona grænt salat. Þegar þú sagði salat. Það er ekki eitt salatblað í túnfisksalati. Nei, ég veit sko. Já, þú segir það. Já, sorry. Skemmtilegt. En þá er gott að vera bara vakandi yfir verðinu því að það er kannski ein túnfiskdolla sem getur verið 400 grömm sem kostar sama á 200 gramma sko. Hvernig komst þetta í gegnum mannanafnanefnd að túnfisksalat fengi þetta orð? Mannanafnanefnd? Æ, ég veit ekki. Hún náttúrulega kom ekki nálægt því. Nei. En já, bara þetta er mitt verðbólgutips, vera vakandi yfir kílóverði á vörum. Líka bara upp á að trakka þetta og annað sko. Það er bara vera með bókhald utanum þetta. Já, akkurat. Og svona eins og hvað var það ekki síðasta þætti á okkur? Svona aðeins að fylgjast með út í fiskbúð. Hvað er verið að lengi á hjá þér? Já, einmitt, já. Það er þetta gott verðbólgutips líka. Já, heyrðu, ég bað 300 grömm. Ég ætla ekki að fá 380, ég ætla að fá 300. Já. Heyrðu, ég ætla stoppinn. Sko, ég var að hugsa daginn, það fer að verða dýrt fyrir marga vinahópa að fara saman út að borða. Bara, leigubíllinn heim, þetta er heljar en að pakki. Að bjóða frekar í brönns, vinahópum, líka allir konum með krakka og eitthvað svona í kringum mig. Ég er kannski orðin aðeins og miðaldra fyrir þetta. Allavega, mitt tips var sko að vera, setja hérna fast einhver brönnsbóð og hvetja fólk til þess að, heyrðu, þú kemur með einhvern skemmtilegan eftirrétt, ég ger egginn, hann gerir beikonið. Næst að deila þessu, því að það fer bara að vera fjárhagskvíði fyrir fólk að fara að kaupa í eitt brönns. Þetta er bara að verða 10-12 skall. Þetta er náttúrulega bara orðin hálfgerð bilun. Fyrir 5-6 manns, allt í allt. Þannig að þetta er svona, þú kallar þetta Pálínubóð. Já, það er það sem þetta heitir sko, þegar fólk kemur svona með sitt eigið sko. Ég held að þau sé að fara að trenda, þetta er líka voða norskt, normenn er hika ekkert við þetta. Þetta er betra fyrir alla sko, þó þú ert kannski einhverjum, ég veit ekki, 6 manna vinahóp eða eitthvað svona sko. Það vera bara reglulega með eitthvað svona sem það er oft, en í staðin fyrir að þú þurfur að punga öllu út eitthvað, þá er þetta bara dreifist þetta jafnt og þétt yfir. Það eru líka alltaf freeriders sem að er þá ég ekki bara haldið í desember, svo er gleymist að eða bara koma kannski bara með eina tertu á borðið eða eitthvað. Þetta er svona mitt tips, ég held að þetta getur orðið klókt núna. Þetta er mjög gott ráð að svona bara sameina dóldi. Bara allir að ekki komið sitt, heldur bara eitthvað á borðið. Já, sérstaklega, núna erum við öll saman í þessari baráttu gegn verðbólgunni nema ríkisstarfsmenn og ríkið. Þannig að við þurfum svona bara... Ándjóðs, ríkisstarfsmenn eru sko, wow. They don't give a fuck. Þau eru að halda þessu uppi sko. Já, það er bara hver utanlandsferðin og fætur annari. Ég er búin að heyra um tvö dæmi, bara makar með bara... allir pakkin. Frítt nánast sko. Já, það er bara allt niður greitt.
slengt á eitthvað félag sem að er náttúrulega bara haldið uppi af eiginlegri starfsemi, skiptir ekki. Við höfum ekki óbeitt á ríkistarsmunni, við höfum að taka það fram með það. Ok. Herðu, ok, takk fyrir þetta, en þá það síðasta verðbólgutipsið. Og það að, þetta náttúrulega einhvern veginn náskilt líka, það að nýta sér 2 fyrir 1 tilboð. Og það svo ofta sem að fólk auðvitað bara spáir ekki í þessu, en þú verður að koma þér í þetta mindset að tjekka alltaf bara hvort það sé í fyrsta lagi 2 fyrir 1 tilboð og í öðru lagi hvar það í boði. Þegar flest símafélögin er að bjóða upp á þetta, Nova, Vodafone, Síminn, einhvers konar 2 fyrir 1. Þannig að hvetja fólk til að vera vakandi yfir því hjá sínu símafélagi. Já, sammála því. Oft í bíó líka, 2 fyrir 1 og svo alls konar frítt dót líka, ég veit, hjá Nova. Ég sá það. Og ég hef tvisvar sem nýtt mér það í bíó, það var bara frítt pop. Já. Yndislegt. Já, ég sá þetta, ég var í bíó í vikunni. Já. Ok. Þannig að já, ég hef bara lokið mínu máli. Ég er að vera setna á jómuna. Já, einmitt, já. Við höfum pantað það, við höfum að fara til okkur. Þá verðum við aftur með ykkur á þriðjudaginn og svo næsta föstudag þá kemur Jón Björnsson til okkar. Take a bow. Take a bow, Jón fucking Björnsson. Sett á Snoop Dogg, klárum þetta á Snoop Dogg. Nei, það ætlum við ekki að gera. Kæra þakki fyrir í dag. Áski Jónsson, I'm still standing. Nei, við bara hlusti á byrjunna aftur þá hefur við viljað heyra það. Bye bye. Takk í dag, bye.